Algengt er að skólar noti frammistöðumat sem grunn að foreldraviðtali því þar gefst öllum aðilum tækifæri til að meta stöðuna og undirbúa sig fyrir gagnlegt viðtal. Hver og einn umsjónarkennari setur upp frammistöðumatið og í framhaldinu meta kennarar, nemendur og foreldrar árangurinn og svara til dæmis spurningum varðandi markmið og líðan í skólanum. Mikilvægt er að kennarar séu búin að setja upp frammistöðumatið í góðum tíma og kynna fyrir heimilunum hvert þeirra hlutverk er. Það fyrsta sem umsjónarkennari gerir er að smella á frammistöðumat hér í táknum til vinstri. Hann gefur því heiti, til dæmis haust 2013 og gott er að hafa nafn bekkjarins fyrir aftan. Síðan þarf að ákveða hvenær eigi að vera opið fyrir skráningu nemenda og foreldra en það er gert með því að smella á dagatalið og velja dagsetningar. Síðan þarf að velja hópinn og mögulegt er að velja aðeins tiltekna nemendur úr þeim hóp með því að smella á velja nemendur en ef ætlunin er að meta allan bekkinn er smellt á áfram. Algengt er að kennarar skrifi einhver skilaboð til nemenda í upphafi og það er þátt að byrja á því. Síðan er hakað við námsframmistaða og þá opnast ýmsir möguleikar. Fyrst þarf að velja matstákn en yfirleitt eru kennarar innan sama skóla samstiga í þessu vali en hægt er að skoða möguleikana með því að smella á spurningamerki hér til hliðar og síðan velja þann kvarða sem hentar best. Síðan þarf að haka við hvort bæði nemendur og kennarar eiga að taka þátt í matinu eða aðeins annar aðilinn. Nú er komið að því að velja námsgreinar eða námssvið. Skynsamlegt er að takmarka þann fjölda sem á að meta, þannig að til dæmis á haustfundinum sé verið að meta bóklega greinar en á vorfundi verk- og listgreinar. Ef þessi kennari sem er að stofna frammistöðumatið er ekki að kenna þessum bekk ákveðna grein, getur hann skráð þá grein á tiltekinn kennara. Þá mun sá kennari sjá það mat og geta metið árangur nemenda í sinni grein. Til dæmis íþróttakennari metur íþróttir hjá sínum bekk. Þá þarf að velja þá þætti sem kennarin vill að séu til skoðunar en í þessum skóla getur það til dæmis verið virkni og áhugi, vinnuframlag og verkefnaskil en fleiri þætti má stofna hjá hverjum og einum skóla eftir því sem kennarar telja þörf á. Ef kennari vill spyrja opinna spurninga, gefst tækifæri á því næst. Kennarinn sér þær spurningar sem skólinn hefur stofnað og getur valið úr með því að smella þar þannig að þær birtast í hægri reitnum. Þeim má síðan raða í röð með því að velja þær og færa upp eða niður með örinni. Þá er komið að þriðja og síðasta hlutanum. Hann kallast aðrir þættir og kemur meira inn á líðan nemanda í skólanum. Þá á oft við annar kvarði og yfirleitt eru það aðeins nemendur sem svara þeim spurningum. Í vinstri reitnum sjá kennarar hvað er í boði og með því að smella á þær spurningar færast þær í reitin valdar setningar. Þá er frammistöðumatið tilbúið. Kennarinn getur smellt á plúsinn og síðan á pennan framan við nafn fyrsta nemandans og byrjað að meta. Hann þarf líka að muna að upplýsa nemendur og foreldra að nú sé opið fyrir matið og þeir geti farið að meta samkvæmt sinni eigin sannfæringu. Þegar báðir aðilar eru búnir að meta, sem og aðrir kennarar sem tilheyra þessu mati, má gera það sýnilegt með því að smella á ljósaperuna. Þá gefst öllum aðilum tækifæri til að skoða matið og undirbúa sig fyrir umræður og spurningar á foreldrafundinum.